Ólafur Adolfsson nýr þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Hildur Sverrisdóttir hætti til að forðast átök. 1.000.000 Palestínumenn sem halda til í Gaza-borg geta hvergi flúið nú þegar rýming borgarinnar talin yfirvofandi. Einn talin af eftir jarðfall við þjóðveg í Þrændarlögum í Noregi. Bifreið sem maðurinn ók hreinlega hvarf ofan í sökkvandi jarðveginn. Hjálparhellan Robbi þeysist á Greifanum á Akureyri og aðstoðar þjóna við mikla hrifningu gesta og starfsfólks. Og ungir hvolpar, svokallaðir krílahvolpar, hittast á laugardögum, skemmta sér og þroskast undir leiðsögn hundaþjálfara. Gott kvöld. Formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins sagði af sér í gær til að forðast átök og nýr var valinn í morgun. Formaður flokksins segir að nýrri forystu fylgi breytingar. Nýji þingflokksformaðurinn Ólafur Adolfsson. Hann hefur setið á þingi síðan í nóvember og fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis. Tillaga Guðrúnar Hafsteinsdóttir formanns Sjálfstæðisflokksins þessa breytingu var samþykkt einróma á fundi þingflokksins í Valhöll í morgun. Það var kosin ný forysta í Sjálfstæðisflokknum á landsfundi í mars og það lá alltaf ljóst fyrir að ný forysta myndi gera breytingar. Já, það var ákvörðun formanns að skipta þingflokksformann og þess vegna vorum við að því hér í dag. Var það bráttað? Já, mér sýnist það nú hafa verið svona tiltölulega bratt. En þú varst einn af þeim sem studdir Guðrúnu í hennar formanns framboði í vor. Verið að velja þig? Já, það góð spurning. Þú eru kannski að spyrja Guðrúnu að því, en væntanlega hefur nú séð eitthvað í mér sem að hún vill þá nýta í þingflokksformann. Með nýrri forystu þá erum við líka í nýrri stöðu á Alþingi. Við erum í stjórnarandstöðu og við þurfum að finna taktinn í því. Þannig að við erum svolítið að endurstilla gangverkið og horfa til framtíðar. Já, þú talar að þið séu nýrri stöðu í stjórnarandstöðu sem höfðu ekki verið í þó nokkuð tíma. Ég hefði þá kannski ekki verið skynsamlega að fá eitthvað með meiri þingreynslu í þessa stöðu? Ég hef mikla trú á Ólafi Adolfssoni. Hildur Sverrisdóttir hafði gegnt formennsku þingflokksins í 2 ár. Á fundinum í morgun hvatt hún þingflokkinn til að styðja tillögu formanns. Hún skrifaði á Facebook í gær og hún hefði ákveðið að hætta sem þingflokksformaður til að komast hjá átökum. Svona nú pólitíkin bara stundum. Þetta var ekki að þinni ósk? Þetta var upplegg formannsins og það var að minni ósk að það yrðu engin frekari átök þessa ákvörðun í þingflokknum. Tilnefndirðu Ólaf Adolfsson áður en Hildur Sverrisdóttir tók ákvörðun að stíga til hliðar? Nei. En þessi breyting, tengist þetta meintum flokkadráttum innan flokksins? Já, þú þá að spyrja einhvern annan að því en mig. Það hefur verið talað flokkadrætt innan flokksins, tengist þetta því? Nei. Ísraels her hefur drepið minnst 50 manns á Gaza þar sem af degi og þar af 26 í Gaza-borg, þeirri stærstu á Gaza. Íbúar þar, sem taldir eru vera 1.000.000 talsins, reyna að flýja sífellt harðari hernað Ísraela. Spurningin sem þeir standa frammi fyrir hvert geta þeir farið? Hér í rauðu eru þau svæði á Gaza sem Ísrael ýmist fer með yfirráð yfir eða hefur fyrirskipað að skuli rýmt. Þetta eru 85% alls landsvæðis á Gaza. Það hlutfall eykst síðan bara ef herinn fyrirskipar rýmingu Gaza-borgar. Það hefur ekki enn verið gert en talsmaður hersins segir það þó óumflýjanlegt. Forseti alþjóðahreyfingar Rauða krossins segir ómögulegt að rýma Gaza-borg með öruggum hætti, enda skilgreinir Ísraels herborgina nú sem vígvöll. Þar að auki sé engin staður á Gaza fyrir fólk að flýja til, þar sem innviðir eru allir í rúst og hvarvetna skortur á mat og nauðsynjum. Til stóð að forseti Palestínu, Mahmoud Abbas, yrði viðstaddur þegar Frakkar viðurkenna sjálfstæði Palestínu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í september. Mögulega verður þó ekki af því, þar sem ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur fellt vegabréfsáritun hans og fleiri palestínskra embættismanna úr gildi. Leiðtogar fjölda ríkja gagnrýna ákvörðun Bandaríkjastjórnar harðlega. Þeirra á meðal Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún segir hernað Ísraela á Gaza bera öll merki þjóðarmorðs.
Við viljum meiri aðgerðar halvu alþjóða samfélagsins og það auðvitað ekki gott heldur þegar verið að stoppa vegabréfsáritanir til forystu Palestínu til þess að sitja allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Það er áfall. Það er áfall fyrir diplómasíuna núna þessar stundir og ekki síst núna þegar það er aukinn þungi og stuðningur að færast í það að styðja við tveggja ríkja lausnina fyrir utan það að á allsherjarþingið verðum við að tryggja að raddir allra heyrist og ekki síst núna þegar þetta erfiða stríð á Gaza er gangandi. Svona margir farnir að hætta að tala um þetta sem stríð á Gaza og farnir að tala um að þetta séu þjóðarninshreinsanir og þjóðarmorð. Hefurðu skoðun á því? Hvert er þitt svar við því? Já, ég hef sagt að það þjóðarninshreinsanir að ræða og þetta ber öll einkenni þjóðarmorðs þegar er verið að skoða þetta. Breytir ekki því. Það þarf að fara í aðgerðir, það þarf að hjálpa fólki, það er að deyja fólk á hverjum einasta degi, bæði út af hungri sem er notað sem vopn í þessum átökum öllum, en ekki síður hitt að það er verið að ráðast á fólk sem er meðal annars að reyna að leita sér mannúðaraðstæður og leita matar. Þannig að það er allt óviðunandi við þessa stöðu. Þjóðarmorð eða hópmorð er hugtak notaði við það þegar reynt er að útrýma hópi fólks, þjóðarbroti, trúarhópi eða öðru. Þetta er sem sagt ólöglegt samkvæmt alþjóðalögum, en lykilatriði í skilgreiningunni er ekki bara að það sé verið að til dæmis drepa mikið af fólki, heldur að það sé gert í þeim sérstaka ásetningi að útrýma hópnum í hlutaða heild. Það, ásetningurinn, er það sem jafnan reynist erfiðast að sanna fyrir alþjóðadómstólum. Utanríkisráðherra fullyrðir að á Gaza eigi sér stað þjóðarninshreinsanir en að hernaðurinn beri öll merki þjóðarmorðs. Þessi orð virðast valin af kostgæfni. Þjóðarmorð gildir sérstakur samningur í alþjóðalögum sem gæti skyldað Ísland til að grípa til aðgerða. Í tengslu við þjóðarmorð þá hafa öll ríki skyldur að alþjóðalögum. Skyldur til þess að koma í veg fyrir þjóðarmorð og beita sér að því marki sem þeim framast geta til þess að gera það. Ef að íslensk stjórnvöld eru á þeirri skoðun og er búin að fallast á að þarna þessar aðstæður beri öll merki þjóðarmorðs, þá hljóta þessar skyldur Íslands að vera orðnar virkar og þá er næsta spurning mín til stjórnvalda er nákvæmlega hvað eru stjórnvöld að gera og er það nóg að mati stjórnvalda fyrsta kastið til þess að uppfylla þær skyldur. Lögreglan í Búlgaríu leitar að íslenskum manni á 50-aldri, Ólafi Austmann. Síðast sást til Ólafs á bensínstöð í höfuðborginni Sofíu 18. ágúst. Síðan hefur ekkert spurst til hans. Aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi sem fer fyrir málinu segir tilkynningu týndan mann hafa borist 21. ágúst. Þá hafi farið í gang hefðbundið ferli og haft var samband við alþjóðadeild ríkislögreglustjóra sem sendi fyrirspurn á lögregluna í Búlgaríu. Leitin hefur ekki borið árangur. Upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins segir málið á borði borgaraþjónustu ráðuneytisins. Jarðfall varð við þjóðveg í Lifangri í Þrændalögum í Noregi í morgun. 2 bílar voru á veginum og féllu með jarðveginum. Eins er saknað úr öðrum bílnum og er hann talinn af. Ökumaður í hinum bílnum bjargaðist og er ekki alvarlega slasaður. Vörubílstjóri sem var á veginum þegar skriðan varð lýsir því hvernig jörðin fyrir framan hann hrundi skyndilega. Hann slapp numlega. Hvor langt bak var du? Jeg hadde kanskje 5-10 meter fram til der raskanten var. Hva tanker gikk i hodet ditt når du ser at her går det et svært ras? Det var litt kom seg selv i sikkerhet. Få stoppet fortast mulig og ikke bli med i raset. Ja, det. Så det var jo hovedsak å få stoppet bilen og få den i revers og begynne å rygge. Hingað heim. Grunnskólabörnum á Þórshöfn verður kennt á 3 stöðum í þorpinu vegna myglu í skólanum. Allt stefnir í að byggður verði nýr skóli fyrir tæpan milljarð króna. Það var mikið áfall þegar mygla fannst í skólanum á Þórshöfn í vor því skólahúsið var endurnýjað að stærstum hluta vegna myglu árið 2016. Í skólanum eru 54 nemendur á 3 aldursstigum og þeim er nú kennt í 2 húsum í eigu sveitarfélagsins auk þess sem 1 hús til viðbótar var tekið á leigu. Hvað segja krakkarnir? Ég held að þau séu sátt, við höfum ekki heyrt annað
og við höfum bara orðið vör við skilning og jákvæðni frá foreldrum líka sem skiptir okkur miklu máli. En það tekur eflaust einhverja vikur að nýta alla lausa enda og varanlega lausnir ekki í sjónmáli á næstunni. Ég veit ekki að tala 2 ár, ég má búist í 3-4 árum, þannig að við þurfum að koma okkur bara vel fyrir núna. Eftir ítarlega skoðun og samráð við fagfólk í byggingageiranum hefur sveitarfélagið 3 kosti til skoðunar varðandi skólahúsnæði. Gera við myglu og rakaskemmdir í þessu húsi og halda áfram að kenna hér, rífa þetta hús og byggja nýjan skóla á sömu lóð eða byggja nýjan skóla á lóð hér við hliðina og leyfa þessu húsi að standa áfram. Sveitarstjórinn segir 3. leiðina helst til skoðunar en alla leiðirna séu bæði tíma frekar og dýrar. Hann ítrekar þó að engin ákvörðun hafi verið tekinn. Hann yrði á þessari svokölluðu skólatorfu, við myndum auðvitað nýta það að þarna íþróttahúsið, þarna tónlistarskólinn og þetta í nágrenni við íþróttaböllin, þannig að það liggur beinast við að nýta þennan stað til að byggja nýjan skóla. Það var líf og fjör í Mosfellsbæ í dag á bæjarhátíðinni í Túninu heima sem nú haldin í 20. sinn. Bæjarbúar höfðu að vanda lagt mikið í skreytingar og heilu hverfin voru í öllum regnbogans litum. Fordbílar, flugvélar og dráttarvélar voru til sýnis á Tungubakkavelli fyrir gesti og gangandi og hoppukastalar, tívolítæki og matarvagnar voru á sínum stað. Í kvöld bjóða Mosfellingar upp á götu, grill og tónleika og breyta Helgafelli í listaverk, en það verður uppljómað í hverfalitunum. Ömmur sem þeyta skíðum og slúðra, skynjunar, leiksmiðar fyrir ungbörn og stígagerð eru meðal þess sem á dagskrá á listahátíðinni Hamraborg Festival í Kópavogi næstu daga. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður á Katalínu og þar verða rokktónleikar í kvöld. Erla, allt að verða klárt? Já, heldur betur, hér alltaf verða klárt eins og sjá má, þá húsið að fyllast af fólki. Hér verður pubquiz eftir smá stund svona til að hita upp fyrir tónleikana. En hjá mér hún Agnes, sýningarstjóri. Agnes, hvað getur þú sagt mér þessa hátíð? Hamraborg Festival vikulöng grassrótarhátíð hérna í miðbæ Kópavogs og við erum búin að vera svo lukkulega að fá góðan styrk frá Kópavogsbæ nú í 5 ár og ég verð að segja að hátíðin í ár langstærsta hátíðin hingað til. Og dagskráin fjölbreytt og fyrir allan aldur? Já, við til dæmis í dag vorum við með rafmagnsgítar, sinfóníu, við vorum með stígagerð og á morgun rosalega flott barnadagskrá sem byrja bara strax klukkan 10, þannig að það bara ótrúlega margt í boði. Og Magnús, þú stígur á stokk hérna á eftir með hljómsveitinni Búdríindi. Ég heyrði það svona út undan mér að þið séu sérstaklega að koma saman fyrir þessa hátíð. Þegar við vorum bennir að spila hérna á Katalínu Hamraborg þá var það aldrei neitt vafi hjá okkur að taka því og koma að spila hérna. Í þessu húsi sem Hamraborg nr. 11, þar var tónlistarskóli Kópavogs, þar sem við vorum allir í tónlistarnámi. Í sjoppunum hérna heimnum við götuna, þar héngum við þegar við vorum í frímínútum í skólanum og svo náttúrulega vorum við inn í bílakjallanum í Hamraborg að skeita og skýla okkur fyrir rigningunni. Þannig að hjartað slær svolítið hérna í Kópavoginum? Það bara ótrúlegt að ég geti hreyft fæturnar hérna inni af því að ræturnar svo djúpt í 200 Kópavogi hjá okkur. Og þeir sem mæta hérna tónleikan í kvöld, hverju mega eiga von á? Það verður stanslaus rockkeyrsla og það bara nákvæmlega það sem við ætlum að delivera í kvöld. Takk fyrir þetta, Magnús og Agnes. En það ekki bara glatt á hjalla hérna í Kópavoginum, fyrir norðan Akureyrar Vaka og þar hann fréttamaður okkar, hann Ágúst Ólafsson. Vaka eiginlega nokkuð svona afmælishátíð Akureyrar því að hátíðin alltaf haldin á afmælisdegi í bæjarins. Jón Haukur, þetta byrjaði allt í gær og já, væntanlega búið að vera fullt að gera síðan. Jú, heldur betur. Akureyrar Vaka, 163 ára afmæli Akureyrarbæjar, hófst með pompi og prakt í Listagarðinum í gær og síðan hefur tekið við meiri háttar menningardagskrá allan bæ. Hverju mæta á Akureyrar? Þetta fyrst og fremst Akureyrar sjálfur eða fáið þið fullt af gestum líka? Vonandi sem flesta gesti og mér langar að hvetja bara alla sem eru heima í stofu að horfa og hlusta að drífa sig lóðbeint í Listagilið á tónleika sem byrja klukkan 8. Sigurður, þið takið þátt í Akureyrarvöku og Listasafninu og stór helgi hjá ykkur? Já, venju samkvæmt þetta stór helgi. Í dag var 3-fald sýningaropnun auk þess sem við vorum með viðburð svokallaða vídeóvörpun utan á húsinu. Og notið tækifærið á þessum degi og þessu helgi að slá í og hafa flotta sýningar? Já, og reyna að ná samtali við sem breiðastan hóp samfélagsins, þannig að þetta eru fjölbreyttar sýningar, fólk á ýmsum uppruna að sýna hjá okkur og já, reyna að ná samtalinu við sem flesta.
og það kannski það sem að gerist, Jón Haukur, að Akureyringar, þetta ykkar veisla. Svo sannarlega, 163 ára afmæli engin smá tala og byrja að halda því. Og þó þetta sé ekki merkið samanlega, þá samt hátíð. Svo sannarlega. Takk kærlega fyrir það, en við ætlum að fá hljómsveitina Skandal til að enda þetta hjá okkur. Þær að byrja hérna á tónleikum hérna í Gilinu bara klukkan 8 og endum bara útsendingum hérna á nokkur tóndámum frá þeim. Takk fyrir okkur. Líf fyrir á Akureyri, við ætlum að halda okkur þar því fyrsti þjónsróbótinn mættur til vinnu á veitingahúsið Greifan. Hann í hlutverki aðstoðarmanns þó að eigendur ætla að nýta hann í aflýsingar síðar meir. Það sjálfsög erum við að læra á þetta og hvar þeir eiga að stoppa á þessa dagar og þetta heilmikið og flókið tækni á bak við þetta en þetta orðið mjög þróað og okkur sýnist þetta mun bara ganga mjög vel. Hann ekki í hári í loftinu, nýjasti starfsmaður Greifans á Akureyri sem svífur gólfið og aðstoðar þjóna við störf sín. Helstu verkefni hans að færa gestum mat og drykk ásamt því að aðstoða við frágang. Við ætlum að nota hann hér til þess að létta undir með okkur störfum og bara geta veitt á betri þjónustu, fyrst og fremst í þeim tilgangi. Eigendur sjá þó frekara tækifæri á stöðum þar sem þjónustustig lægra. Þar getur nýji þjónninn leyst fólk af hólmi. En svo erum við með annan stað hérna á Akureyri. Þar ætlum við að láta hann koma svolítið í staðinn fyrir þjónustunum þar. Það er staður sem með minni þjónustu. Og þá keyrir hann bara með matinn á borðinu og fólki tekur af honum og sendir hann svo tilbaka inn í eldhús. Arinbjörn segir gesti hafa tekið vel í nýjungina, brosi á andlitum flestra gesta sem og starfsmanna sem hafi tekið samstarfsmanninu með mikilli kátínu. Og nýji þjónninn meðvitaður að það vinsælt að fara út að borða á afmælisdaginn. Og ég held að sé óhætt að segja að það sé ekstra skemmtilegt að gera það á Greifanum núna. Ó, vá! Já, ég á að taka þetta. Og svo smelli ég kannski bara hér. Takk fyrir! Já, vélarnar taka völdin. Fyrir mig annað, á hverjum laugardegi boðið í Kríla hvolpapartí þar sem ungir hvolpar sýna sig og sjá aðra og þroskast í gegnum leik. Hundaþjálfari segir þetta ekki síður mikilvægt fyrir eigendurna. Mér verið boðið í partí áður, svona einu sinni eða tvisvar, en gestirnir voru ekki alveg svona sætir. 9 til 16 vikna hvolpar gjaldgengir í Kríla hvolpapartíin sem haldin í Hundaakademíunni í Kópavogi. Þeir af öllum stærðum og gerðum og læra á lífið í gegnum leik. Hérna erum við að grípa félagsmótunarskeiði hjá hvolpum sem eitt mikilvægasta tímabil í þeirra lífi. Við erum að kenna í rauninni hvolpunum að vera rólegir innan aðra hunda. Það að við erum að kenna þeim að leika fallega. Svo þetta kannski líka mikilvægt fyrir eigunduna. Nákvæmlega líka það að við erum að fara yfir mikla fræðslu hérna líka, merkjamál hunda og hvernig hundar leika og haga sér. Þetta fyrsti krílatíminn okkar, þannig að núna erum við bara að læra að leyfa honum að leika við aðra hunda. Þetta bara krútlegast í heimi og maður bara með svo lítið hjartan á eftir. Ég hef áður verið hérna og þetta bara best og þeir læra líka svo mikið. Slökun og leika við aðra hunda. Leyfa honum að leika við aðra hvolpa en svo fæ ég fullt af ráðum og ráðleggingum í þessum tímum þannig að þetta hefur verið mjög gott fyrir okkur báða. Þá skulum við gá hvernig á að viðra bæði á hunda og menn. Það verður svipað veður á morgun og var í dag. Norðaustlægur vindur 5 til 13 metrar. Súld eða rigning með köflum en skýjað með köflum á Suður- og Vesturlandi og líkur á stöku skúrum síðdegis. Hiti verður svona á bilinu 9 til 18 stig en það verður þó hlýjast sunnanlands. Skulum fara nánar yfir veðurhorfur en byrjum á íþróttafréttum.
Íslenska karlalandsliðið í körfubolta freistaði þess að vinna sinn fyrsta sigur á stórmóti í dag þegar Ísland mætti Belgíu á EM í Pólandi. Handboltinn hér innanlands komin á flug á ný eftir sumarfrí. Manchester United þurfti að hafa fyrir hlutunum á móti nýliðum Burnley í dag. Og Aron Pálmarsson hvatti handboltasviðið formlega í gærkvöld þegar hann spilaði með bæði FH og Veszprém í sérstökum kveðjuleik. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Nú skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ólafur Adolfsson nýr þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Hildur Sverrisdóttir hætti til að forðast átök. 1 milljón Palestínumenn sem halda til í Gaza-borg geta hvergi flúið nú þegar rýming borgarinnar talin yfirvofandi. Einn talinn af eftir jarðfall við þjóðveg í Þrændalögum í Noregi, bifreið sem maðurinn ók hreinlega hvarf ofan í sökkvandi jarðveginn. Hjálparhellan Robbi þeysist á Greifanum á Akureyri og aðstoðar þjóna við mikla hrifningu gesta og starfsfólks. Og ungir hvolpar, svokallaðir krílahvolpar, hittast á laugardögum, skemmta sér og þroskast undir leiðsögn hundaþjálfara. Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Við verðum seinna á ferðinni á morgun vegna leiks Íslands og Póllands á EM í körfubolta karla. Fréttir hefjast að leik loknum klukkan korter í 9. En við kveðum ykkur að þessu sinni með myndum sem Hjalti Stefánsson tók á Eskifirði í morgun. Takk fyrir samfylgdina í dag og verið þið sæl. The sea said goodbye to the shore so the sun wouldn't notice. The seaweed there wrapped its arms around you. The carpet on my cheek feels like a forest, and I run through the tall trees with your handshake. Á RÚV í kvöld. Teiknimyndaást. RÚV sýnir fjölda velvaldra Disney-teiknimynda og kvikmynda áhuga fólk fjallar hverja mynd. Unnur Birna J. Bachmann segir frá myndinni Raya og síðasti drekinn. Sælvertu, Flárað prinsessa. Raya og síðasti drekinn, talsett Disney-teiknimynd frá 2021. Raya reynir að finna síðasta drekann í töfraríkinu Kumandra og stöðva forna ógæfu. Viðskiptajöfurinn Joy, bandarísk kvikmynd byggð á sönnum atburðum. Joy Mangano leggur allt í sölurnar og stofnar fyrirtæki í kringum uppfinningar sínar. Með helstu hlutverk fara Jennifer Lawrence, Bradley Cooper og Robert De Niro.